Já, verið velkomin hingað í helgispjallið á samstöðinni. Ég heiti Marja Pétursdóttir og ég er með góðan gest hjá mér í dag, hana Ágústu Dröfn Guðmundsdóttir, móttökuritara hjá ÖBÍ. Vertu velkomin, Ágústa. Sæl og blessuð. Við ætlum aðeins að spjalla og ég ætla aðeins að fá að heyra svona bara undan og ofan af þinni sögu. Já. Þú hefur svona, þitt líf hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Var sagt. Nei. Og byrjar kannski snemma að upplifa erfiðleika og þú kannski segir mér aðeins frá kannski, fólk sér það nú kannski ekki í útsendingunni en þú ert í hjólastól og það er ansi langt síðan að þú byrjar að nota hjólastól. Já, það er 43 ár síðan. Já. Segðu mér aðeins frá hvað gerðist? Þú lendir í slysi. Já, ég lendi í mótjólaslysi í Vestmannaeyjum. Út alin upp í Vestmannaeyjum? Já, ég kem þaðan uppalega og til mig náttúrulega vera orðin Reykvíking í dag. Já. En þetta var 4. október 1979. Þá er ég farþegi á mótorhjóli á samt kærasta sem ég átti þá. Og hann er að prjóna á hjólinu og prjónar yfir sig og missir vald á hjólinu og ég hékk þannig aftan í ykkur svona baki sem að var á hjólinu og dregst með því og enda á kyrrstæðan bíl. Þannig stoppaði ég sko. Og við þetta þá brotnar hálsinn og síðan er ég búin að vera í hjólastól. En auðvitað náttúrulega það er ekki bara það að ég lendi í þessu slysi og brotni hálsinn og ég sest í hjólastól, skilurðu. Það er náttúrulega lífið, þetta er ekki svo leið. Nei, þetta er ekki svo leið. Þetta er bara búið að hrikalega erfitt og náttúrulega ég er bara krakki. Já, þú er bara 16 ára að þetta gerist. Og varstu búið með grunnskólan? Ég var rétt byrjuð í framhaldsskóla. Já. Þegar þetta, já. En segðu mér aðeins með slysið, þú lendir í þessu í Vestmannaeyjum. Já. Farið með til Reykjavíkur strax? Nei, sko, þetta gerist kvöld og ég náttúrulega missi meðutund og veit auðvitað að ég tekin hana upp á slysstað og farið með mig á spítalann í Vestmannaeyjum og farið með mig í röntgen og mamma og pappi komaðan eitthvað til þess að aðstóða en það var ekki, þeir sögðu sko við mamma og pappa það væri ekkert að mér, þeir fundu ekkert. Ég var saumuð eitthvað aðeins í andlitinu en annars ekkert sem að fundi engin brot eða neitt. Þú ert samt meðutundalaus þegar þetta gerist? Já, ég var ekki neitt, man ekki neitt sko. Nei. Og mamma hefur sagt mér eftir á að hún sko hafi sagt þegar var verið að hreyfa mig að henni fyndist ég gefa frá mig svo skrítin sársaukarhljóð við einhverja ákveðna hreyfingar. Og hún sagði hálsinn á mér hefði alltaf leitað út í aðra hliðina sko. Og ég meina það er náttúrulega augljós mál að það var eitthvað meira heldur en ekki þarna. Já. Svo mamma og pappi koma daginn eftir til þess að fara að heimsækja mig og ég meina auðvitað, ég heldur bara að vera ekkert að. En hann hafði fengið svo mikla athygli þess að strákurinn sem var að keyra hjóli vegna þess að hann var að öskra svo mikið, það beindist svo mikið athyglin að honum en ég var náttúrulega alveg hljóðlaus í þessari röntgenmyndatöku fyrir utan náttúrulega þessi sársaukarhljóð sem ég gaf frá mér. Já. Og svo þegar mamma og pappi koma daginn eftir þá er þeim sagt að þetta sé nú líklegast eitthvað meira heldur en ekkert. Og þau þurfa að senda mig með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Já. Og síðan ég kom ekki heim aftur fyrir árið seinna. Nei, en þegar ég kem hana til Reykjavíkur þá verið náttúrulega væntanlega skoðuð aftur og þá kemur það í ljós að ég var með 2 brotna hálsliði og ég auðvitað hugsa oft sjálf en þú veist hvað gerði þetta sem að þessi hreyfing sem að var framkvæmd á mér bæði eftir að ég tekin upp að slysstað og líka hvernig að fara með mig inn á spítala. Við rúlla fram og tilbaka. Já, það hefur aldrei neitt verið rætt þetta og þetta bara eins og þetta, þú veist, maður veit alveg að þetta skiptir höfuðmáli þessi réttu handtök. Algjörlega. Og sem betur fyrir þetta farið að sinna þessu betur en ég er náttúrulega óheppin í Vestmannaeyjum þar sem kunnáttan kannski ekki nógu mikil og eitthvað bara fólk kannski líka stressað að vera að fá
þú veist, ég meina, ég getur þetta ekkit afsakað þessi vinnubröð. Nei, Og þetta Þetta er hugsa bara ég oft svona- þetta. Ég get aldrei glemt þessu, skilur. Nei. Nú er ég að vera 60 á þessu ári já, og þetta er ennþá alltaf hana, þú veist, þessi, hvað ef, já, ég hef ekki, hvað ég ef, já. já, Það fer aldrei frá Nei. manni. einmitt. Það er bara svo les. Þú hefur einhvern tímann rætt þetta við einhvern lækni Nei. upp á bara hvað, hversu mikið líkindi væru á því að eitthvað hefði farið úrskeiðis við það að hreyfa manneski svona mikið til. Nei, ég hef nú náttúrulega svo sem ekki geta spurt neinn Mhm. af því. Ég þekki ekki, þú veist, þetta er líka kannski erfitt að svara svona og ég er ekki Já. viss um að ef ég myndi fara og spyrja einhvern læknir að þessu, alveg segja, bara plain alveg, að hann myndi segja já, það er nú mikla líkur á því að, sko, Já. það er dreigið í land og Já, já, já. auðvitað því að fólkið er að verja sitt fólk, Auðvitað, það myndi ég halda. En einmitt. þetta er bara sem Nei. mín persónulega skoðun. En þú ert þarna, og þú ert inn á spítala hversu lengi Ég var í þarna í Reykjavík? 2 mánuði sko ég var í mánuðagjörgjæslu og svo Já. var ég mánuð niður á deild en ég þurfti að fara sem sagt þeir ætlaði að reyna að laga hálsinn með því að það var sko boruð göt í höfukúpuna og þaðan eru svo hengt lóð og það er strekt á hálsinum til þess að reyna að koma liðunum tilbaka. Það gengur eða gekk greinilega þarna á einhverjum tímapunkti þannig á þessum árum en það gekk ekki hjá mér og þá fara þeir og laga þetta með því að þú veist festa bara saman með beinum. Þeir tóku bein úr mjöðminn á mér og þannig að ég þurfti að fara í þessa aðgerð og þess að spengja hálsinn, festan og þess að annars hefði hann bara lafa út, þú veist, þegar bara hangið út á hlið hálsinn á mér og ég var sem sagt í mánuð á gjörgæslu og niður á deild í mánuð og síðan verið með að bora gött í höfuðið og hengja einhver lóð þeir gera þetta ekki lengur? Nei, það er hægt að gera þetta. Það er hægt að gera þetta. Þetta er ekki gert lengur. Þetta er bara náttúrulega eitthvað sem var á þeim tíma, já, þetta var hræðilegt. Þetta var svo sásökafullt, sko. Toga og mér var svo illt í öxlunum og bara, já, hræðilegt. Þessu betur fyrir þetta ekki gert lengur. Nei. Fórstu svo í einhver endurhæfingu eftir þetta? Já, svo var ég á Grensás í endurhæfingu að læra að klæða mig og fara á klósettið og bara þessar athafnir daglegs lífs og hendunan á mér voru svolítið svona ekki í góðu standi. Ég sko hægri hendin á mér var svolítið kreft og það þurfti svona rétt á úr henni og miklu minni kraftur í henni heldur en vinstri en ég meina það kom alveg heilmikið tilbaka en ég náttúrulega hef rosalega lítið skyn í líkamannum ég hef í raun og veru bara rétt tilfinningu hérna rétt ofan við brjóst og svo svona bara part af handleggjónum en bara þú veist það nú svo sem ekki mikið en það er sagt að það miðist oft við brotið það sem brotið hvar skyni hverfur sko. Þannig að ég náttúrulega þú náttúrulega fegst brotið svona hátt upp og þetta er svona margt sem fylgir þessu að vera svona tilfinningarlaus þú missir stjórn á því að pissa og kúka og það er svona ekki oft talað þessar hluti en þetta er það sem við öll þurfum að gera að pissa og kúka þetta verður allt í enn orðið miklu meira vesen fyrir mann alveg frekar svona eitthvað sem að maður óskar ekki neinum þetta er náttúrulega ekki hlægilegt ég er ekki bara þetta svona vandragangur og svo kannski sérstaklega erfitt líka þegar þú ert svo ung þegar þetta gerist sko. Ég er ofta að hugsa það 16 og gömul úlingar sem þurfa að klíma við þetta sko. Ég er ofta að hugsa það sko, hvað 16 ára þetta er bara fárálegt að maður þurfa að verða fyrir svona veist, og líka svo þegar ég kem til Eyja sko, eftir slysið eða þú útskriðar á Grensás sko, þá bara, ég hef oft sagt að það var bara eins og ég hafi dáið því að ég bara það kom enginn að heimsækja mig og ég fór í skóla og pabbi
skrifa hann og hjálpa mér hann inn og út af því ég náttúrulega gæti ekki keyrt bíl og hann þurfti að hjálpa mér sko. Og svo var ég einhvern veginn hann í skólanum og það yrti enginn á mig. Þetta var bara, þú veist, ég veit að örugglega mjög erfitt kannski fyrir fólk að koma til mín út af því að nú var ég alltaf komin í þessa aðstöðu. En þá segi ég stundum og hugsa, en hvað með mig? Já. Hvernig mín staða allt í einu, þú veist. Ég get ekki allt í einu bara verið eitthvað, hæ, komdu inn og talaði við mig þó ég sé komin í hjólastól. Þú veist, veist hvað ég meina? Já. Þetta bara, þetta er líka... Þarna hefði þurft að vera bara, þú veist, eitthvað svona teimi stuðningsfulltrúa í skólanum bara til þess að aðstoða eða bara, það hefði þurft að fræða náttúrulega alla. Já, það var ekkert. Og einhvern veginn og bara passa upp á að þú einhvern veginn myndir falla inn í, tala við krakkana. Nei, það var ekki. Og svo, þetta við erum að tala þetta, mér dreymdi draumum daginn. Það ég auðvitað náttúrulega stundum að pæla í þessum hlutum, þó sé svona langt liðið. Já. Og, þú veist, og mér var eitthvað, það var út af eitthvað ástæði fyrir að mér dreymir þetta, en mér dreymir það, ég hitt einhvern gamlan bekkjarfélaga og ég man ekkert hvar ég hitt hann. Og ég fer og segi við hann, ég skil þetta aldrei út af hverju, þegar ég kom til Vestmanni aftur, út af hverju talaði enginn við mig, út af hverju var eins og ég hefði bara dáið. Já. Og þá svaraði hann mér í drauminum, ég man ekki sá ekki hver þetta var. Það er kannski bara út af því að við vissum ekki hvernig við áttum að koma fram. Já. Jú, örugglega það ástæðan, en þú veist, það er alveg jafn erfitt fyrir mig. Ég veit það, en þetta er oft sko, þegar fólk lendir í einhverjum áföllum, missi börn eða fallast eða lendir í slísi eða eitthvað, að það er oft talað um að þá veistu hverju er vinniðin. Ég veit það. En það er mjög algengt, en þetta bara allir hverfi. Já, það var svolítið hjá mér. En það er kannski líka erfara þegar maður er svona unglingur. Já. En svo átti ég nálega rosalega góð ár. Ég fór að vinna í heildverslun hana 18 ára gömul og allar samt búin að átta mig á því hvað þið komið fyrir sko. En maður drífur sér bara áfram. Og svo kynntist ég fólki og átti svona nokkur djam ár sem var mjög gott og þú veist, og þá var maður rosa bjartsýn og allt einhvern veginn svona gaman og flutti til Reykjavíkur. Já, fór aftur frá Vestmannum, já. Og fór að vinna sem sagt. Já. Þannig að svo náður að klára eitthvað nám. Já, með vinnunni. En ert alltaf á vinnumarkaðnum, þú tekur aldrei neina pásu. Nema þegar þú eignast börnum. Já, reyndar líka einu sinni þegar ég fór í bakagerð, þá þurfti ég að taka pásu. Þannig að en þú fær strax hjólastól sem er bara, þú þarft að í rauninni rúlla þér sjálf. Og sem endar svo með því að þú ert komið með svo mikið slit í axlirnar. Ég byrjaði reyndar á því að fá slit í hrygginn, fá skrið. Já. Það er eiginlega svona fyrsta slitið og svo seinna með þá fyrir að koma svona mikið slit í axlirnar. Já. Og ég er búin að fara í aðgerðir á báðum öxlum. Og þá er búið að reynsa út eitthvað, ég kann ekki að lýsa þessu, ég fekk nú lýsinguna með mér en þeir reynsa út bólgur og vefi og sauma saman sínar og það er bara fullt af dóti sem er gert sko til þess að laga þér og ég hef verið betri núna en og svo er ég náttúrulega meira núna bara í rafmagnshjólastól þannig að það hjálpar auðvitað en hendurna slitna líka á því að þurfa að gera allt með þeim klæða sig og hann að fara á klósettið og fara í bað og fara upp í rúm og lyfta fótunum og þú veist, þetta er allt og ég er náttúrulega líka búin að ala upp börn ein og ég var að taka þau upp á gólfinu sko, þú veist, með bara annari hendi á fötunum og leggja þau svona ón á mig, þú veist, einhvern veginn maður retta sér, þetta er allt álag. Segðu mér bara, þú veist, þegar þú eignast, þau eru bæði tekið með keisara eða hvað? Já. Og hvernig gekk það? Þú veist, hvernig var að eignast og ganga með fyrst? Já. Gekk það bara vel að? Já, sko, ég held ég hef aldrei verið eins bara fríski svo meðan ég var ófrísk sko. Mér leiði rosa vel. Sérstaklega á stráknum, hann er 30 år síðan, hann fættist og hann en það var náttúrulega bara eina kannski sem ætti að segja með það að það var svona þekkingarleysi í gangi út af því það voru náttúrulega ekki konur á hverju ári eða
hverjum, já, að eiga börn sem eru lamaðar og þeir svona voru kannski, vissi ekki alveg hvernig þeir ættu að hafa þetta þegar þeir var að skera mig og það var ákveðið að deyfa bara í bumbuna eða belgin en út af því ég hef svona skinn sem að sásaukaskinn sem kemur í andlitinu þá fann ég svo rosalega mikið fyrir því þegar hann var tekinn. Ég held bara að ég myndi já. En það gekk allt saman, ég lifði það af allavega og var svo ófrísk aftur. Þá kynnti ég mig betur hvað væri hægt að gera vegna þess að ég vissi ekki sjálf að þó maður væri með mænuskaða að það væri hægt að mænudeyfa mann og blokkar alveg allt. Já. En þú veist, en það er náttúrulega mjög undarlegt að að fólk sem er að vinna í heilbrigðisþjónustunum og taka á móti börnum viti þetta ekki. Þú ert ekki fyrsta fatlaða konan vantarlega til að eiga barn. Nei, en örugglega ekki margar búin að eiga börn á meðan áður en ég með mænuskaða. Ég veit eina, 2 kannski sem að voru undan mér en ég veit ekki hvort að þær hafi verið mænudeyðar eða neitt ég man ekki hvernig þetta var, ég spurði ekki en mann finnst já náttúrulega þetta fagfólkið en það getur þá kannski allavega að leita sér upplýsinga, er það ekki? Jú, en þú þurfur ekki að gera það Nei, ég gerði það í seinna skipti því að ég var alltaf ekki að lenda í svo samaftur af því að mér fannst þetta vera á mína ábyrgð að vita þetta en ég veit ekki hvað það er það lítur að vera eitthvað ástæða fyrir því Ég er kannski bara að skera mig sjálf Já, þú hefði bara að gera þetta sjálf allt saman, eða ekki En já, þetta er svona En þú sem sagt og elur upp börnin, pekar þau upp á gólfinu Svo var þau alltaf rosa mikið háð mér og sátu rosa mikið alltaf í fanginu á mér Ég veit ekki hvort að það er kannski eitthvað út af minni fötlun og það var svona þægilegt að sita hjá mömmu þú veist, ég veit ekki þetta bara, ég held að kannski verða svona eitthvað meira mömmulingar ef að þau eiga kannski fatlaða mömmu Það getur vel að vera að það sé vitleysa þetta sé bara allt eitthvað í mér en maður veit ekki, kannski líka að því að þú getur ekki gert sumt annað með þeim og þau þurfa að bæta sér það upp einhvern veginn. Maður veit ekki. Nei, það er örgulega skýringar. Það er forvitnilegt. Já, ég var allavega mjög stolt af því að vera með eina konan á Íslandi með þennan skaða sem er búin að eiga 2 börn. Já, einmitt. Það er nú bara, þetta er ekki... Þú ert eina konan sem hefur átt 2 börn. Já, með þennan skaða sem ég er með. Einmitt. Já. Heyrðu, en þú tekur pásu þarna aðeins frá vinnumarkaðinu meðan þú ert alveg börnin og svo ferðu bara aftur að vinna. Já, ég er alltaf að vinna. Já. Má ekki sleppa því. Nei, ég náttúrulega ég er félagsvera og ég vil auðvitað vera að vinna og ég vil bjarga mér en það er náttúrulega samt búið að vera, eins og þetta er búið að vera síðustu áratugi, þetta er náttúrulega drullfúlt að fólk sem er í þessari stöðu og er að reyna að bjarga sér, að það er samt ekki, það getur ekki bjarga sér. Það er verið að hirða á manni, þú veist, það er endalaust verið að skerða hjá manni og núna nýjasta nýtt er að þeir reyndar hækkuðu frítekjumarkið hjá fólki en það er samt fullt að skerðingum inni og upp í 200.000 og nú er ég að vera 60 á þessu ári þannig að ég á þessi 7 ári viðbútt þess að geta unni fyrir 200.000 á mánuði en það er ekki eins og ég fái launin mín full greitt það er hitt fullu skattur af þeim þú veist þetta er bara ekki í lagi þú veist þetta er bara ekki í lagi, það er ekki til lagi við þetta og ég er hrædd það að fólk sem er ófatlað sem á maka til dæmis ef að það væri sagt það, heyrðu, þið eru bæði með tekjur þannig að þú fær bara að vinna fyrir 350.000 mánuði og þú færð ekki að vinna fyrir meir en 250.000 mánuði þú veist, þetta dugar alveg fyrir ykkur akkur má ekki, þú veist, heldur að fólk myndi sætta sig að því væri skamtuð laun þessi bara segja oft svona að það þarf þetta er bara anstyggilegt Anstyggilegt,
En þetta þannig að þetta náttúrulega tekið tengt við Já. launin sem maður með. Ég bara í 40% starfi, það Já. ekki, þú veist, hvað ég? Ég metin 75% öryrki, þannig að það 25%, skilurðu, sem ekki örorka, en ég samt að vinna 40%, og ég var alltaf að vinna áður 100%, en samt ég 75% öryrki. Þú veist, skilur ég bara, í raun og veru ætti ekki að vera að vinna nema 25%. Já, en svo það, og það einmitt þetta með, sko, þá vilja sumir meina að þú hafir bara ekkert átt að vera öryrki, sko, og það hafi í rauninni, mér svo margir horfa á þetta þannig að annarkvort sértu bara að vinna eða ekki, og þá ertu öryrki eða ekki, á meðan sko það ekki hort á, sko, heildamyndina með til dæmis bara þú veist að kerfið grípi þig eða því það föllun og allt sjúkdómar og allt gengur í bylgjum. Skilurðu hvað áttu þá einmitt þegar þú þarft að taka pásu vegna þinnar föllunar, sækjum örorku aftur og allt aftur og aftur eða þetta svo. Það allavega nóg gert þess að gera fólk þetta nógu erfitt fyrir. Ég hef alltaf sagt það og það sækist enginn eftir að vera öryrki. Come on. Og ef það þá náttúrulega eitthvað að fólki í höfðinu og þá hlýtur það að vera öryrki að sjálfu sér. Já, ég segi þetta alltaf líka. Já, og ég meina, þú veist, þetta svo skrítin umræða. Og mér bara ráðamenn sko, að þeir skuli ekki gera eitthvað meira fyrir fólk og það alltaf litið niður á mann. Já. Þú veist, ég ekkert minni manneskja en þetta fólk sem inn á þingi. Ég búin að afreka miklu meir en margir þar. En ég hef ekki þessar peninga sem þetta fólk hefur. Og mun aldrei hafa. Og mér finnst þetta líka bara, það vantar svo svona einhverja góðmennsku og hvað mann svona finna til með fólki. Þú veist, ef að þú til dæmis ef ég fyrir á spítala, eins og síðast þegar ég fór, þá var ég ekkert að fá sérstaklega góða þjónustu. Mér mjög illa hugsað mig og bara, En ef einhver kall sem situr á þingi fyrir á spítala, þá fær hann ekki svona lélega þjónustu, af því að hann náttúrulega eitthvað merkilegri maður en ég, en þetta á ekki að vera svona. Akkur viljum við hafa þjóðfélag og eitthvað svona, í þessu litla landi. Akkur fáum við ekki bara öll að njóta okkar og lifa sómasamlegu lífi. Ég ætla aðeins að spyrja þú út í líka, sko, þú veist, að vera í hjólastól. Varðandi bara svona tíman sem að tekur að gera hluti og hvers vegna til dæmis, þú veist, erfiðar að vera í fullri vinnu þá kannski líka. Og þú veist, þú ert alltaf í rauninni að leggja á því mikið meira heldur en einhver annar. Þess nættur í rauninni sjálfsögðu bara að fá að halda allavega einhverjum grunn örorkulífeyri, skilurðu, og vinnan ætti bara að koma ofan á það ekki. Jú, en það hefur aldrei verið þannig. Mér finnst það fólk sem er bara að fá að vinna eins og það getur unnið og fái bara þessa peninga sína og það á að geta að taka skatt af þessu. Ég meina þeir taka skatt af örorkulífinum, þannig að þetta sko, ég vann sessat einu sinni fullan vinnudag og ég fekk eiginlega ekki neitt frá Tryggingastofnun. Það var á þeim tíma. Þá fekk ég bara örorkulífeyrir sem var kannski ykkur 17 skall á mánuði þá. Ég sko að tala fyrir 30 árum. En ég var fekk bara launin mín, náttúrulega hafa tekið skattar af því, sko. En í dag þetta orðið þannig að núna fær maður að vinna og hefur smá peninga meira. En þú veist, það ekki allt hirt á manni. Það pínulítið skárra upp á það að gera, en þeir eru búin að breyta þessu svo oft í gegnum tíðina. Þannig að þessum skerðingum alltaf að ráðast á okkur. En það svona flóknar að vera til líka og kostnaðarsamara og annað. Hvað ertu lengi að koma þér að staði vinnu til dæmis? Þú veist bara koma þér að fætur og það allt. Já, ég byrja nú á því að fara fram úr og ég þarf náttúrulega að fara á klósettið og svona og svo og ef ég fer í sturtu eða hvað, þó mér hárið eða eitthvað og svo fer ég aftur upp í rúm til að klæða mig og fer þá í annan stól og svo þarf ég náttúrulega að hafa mig til fyrir vinnuna. Þetta tekur mér svona kannski 1,5 tíma
Já. Þannig að ég meina, ef ég þarf að fara eitthvað annað út á mótnana, þá þarf náttúrulega að fara svo eldsnemma á fætur til þess að ég sé að ná öllu, af því ég var að mætt í vinnunum 12. Einmitt. Þannig að það er vinna að vera fatlaður. Það er rosa vinna að vera fatlaður. Þú ert á rosa flottum fjólubláum hjólkoppum. Fjólubláttur upp á slítur. Já. Segðu mér aðeins frá á fjólubláa hjólastólnum þínum. Já, í fjólubláa hjólastólnum minn. Ég hef fljótlega eftir að byrja að vinna hjá EBI, þá var ég að tala með mig langa svo fá fjólubláan stól og ætlaði að sækjum, en það var sagt nei við mig. Ég mátti ekki fá fjólubláan stóla því að ég er fullorðin manneskja og það bara ríkislitinni, það voru 4 litir sem ég mátti fá og ég er bara, já en mér langar, er eitthvað dýrar að fá fjólubláan? Nei, en þú mátt bara ekki fá fjólubláan stól. Er þetta ekki forræðishyggja? Já, heyrðu, og formaðurinn sem var þá, hún segir, mátt ekki fá fjólubláan stól, það getur ekki verið, ég hef nú bara aldrei heyrt annað eins. Og ég segi, já, ég má ekki fá fjólubláan stól. Og hún segi, já, það var skrifað bréf til sjúkratrygginga og beðið rökstuðning fyrir því og það var náttúrulega einu rökin voru engin. Þannig að ég fékk fjólubláan stól, þeir gátu ekkert sagt nei. Nei, þetta er alveg, og þarna rutti ég smá braut fyrir aðra, það gerði það sko. Þannig að fólk getur núna fengið fjólubláan stól. Fengið, já, það bleika. Ekki verið að fá okkur samt fjólubláan, nei. Þú ætlar að setja einu fjólubláan. Ég ætla bara að vera einu fjólubláan. Nei, ég bara, en þetta er hann að ég segi sko stundum sem þetta er kannski ekki rétt samlíking en sko hjólastólinn er náttúrulega mína fætur og mér langar kannski að fá að velja hvernig lit ég sitt í. Þetta er alveg svo kannski að fólk fyrir út í búð og það er sagt við neða bara hérna 4 litir eða 4 gerðir sem maður mátt velja. Myndi fólk sætta sig við það? Nei, en það er alltaf ætlað til þess að ef þú ert fatlaður þá áttu að sætta við allan anskotan sko. Þú veist, ég hefði náttúrulega kannski alveg sætt mig við þetta ef að hún hefði ekki heyrt í mér, formaðurinn sem var á þeim tíma, því að hún ætla ekki að trúa þessu, hún hafði náttúrulega ekki heyrt um þetta kannski aldrei verið nálagt neinum og fyrir utan það að ég veit bara þegar ég hef verið að fá hjólastóla áður og þá bara samþýtti ég það að ég gæti bara valið þessa liti. Þarna býrðu því að þú ert að vinna á Öryrkjabandalaginu og fullt af fólki þarna sem kannski veit eitthvað líka. Já, hann vissi það alveg og líka út af því ég fekk áður að vita það kostar ekki meira. Nei. En þú hefur fengið svona einhverja þjónustu við að þrífa eða hvað? En já, hún er nú ekki mikil. Hún er ekki mikil. Þú ert að borga fyrir hana, þegar ekki? Já, það var náttúrulega að borga ykkur prósentu, sko. Sú þjónusta sem ég hef fengið í gegnum tíðina er að ég var að fá heimilisþrif. Og það var sérsta hálfsmánaða fresti. Sem að eins og sérstaklega á vetuna er mjög slæmt vegna sem ég bý á jarðhæð og ef það best mikill inn snjór en ég náttúrulega auðvitað ég bara líka alltaf að skúra sjálf þó ég siti í hjólastól, þá er ég að skúra og út af því að það dugar mér ekki það hálfsmánaða fresti og fyrir utan það var ekki alveg frítt, ég þurfti að borga smá fyrir það og ég gafst upp á þeim og endaði með því að ég sótt að fá svona liðveislu og ég fekk dóttir mína í það lið af því að það maður kannski ekki sama hvern maður er að fá og ég náttúrulega þekki hana og get svona stjórna henni svolítið hvað hún gerir og hana það bara gerðist fyrir kannski hámark 2 árum sem að ég hef verið að fá einhverja svona aðra þjónustu heldur en 3 hálfsmánaða fresti. En þú veist, við sóttum MPA, ég og kona sem að vera að vinna með mér en það var ekki til peningar þá þannig að ég var bara sagt ég get ekkert fengið. Nú skilst mér þess að komnir aftur peningar. Þannig kannski þetta sækjum. Þú getur ekki, eins og staðan er núna, þú getur ekki farið til útlanda til dæmis ein Nei, ég og hefur enga mannesku til þess að fara með þér nema bara á sín eigin kostnað. Ég get ég borga fyrir neitt. En það væri þá helst að dóttir mín kæmi með mér sko en hún bara lenti í slysi í fyrra og hún hefur ekki verið kannski alveg
Standi. Nei, ekki svona allavega í einhverju svona að fara að ferðast eitthvað og það þarf að hjálpa manni svolítið mikið, sko. Kannski ekki sama að vera að hjálpa manni svona heima við, svona létt þrif og eitthvað, hún þarf ekki að hjálpa mér neitt við athafni daglegs lífs, sko, að klæða með hann svo les. Ég geri þetta nú allt saman sjálf. En þá. En segðu mér aðeins meira með bílinn þinn. Það er, fatla fólk getur sótt bílakaupastyrk á hvað 5 ára fresti? Já, 5 ára fresti. Og sko þú þarft svolítið mikið sérhæðan bíl, þú ert með bíl með svona hjólastóluliftu aftan í. Og dugar þessi styrkur sem að þeir veita fyrir almennilegum bíl? Nei, sko maður þarf náttúrulega að taka, eins og þegar ég keypti þennan, þá þurfti ég að taka bílalán líka. Já, og ég fæ svona hærri styrk en sko út af því að ég er að nota lyftubíl. Þá er ykkur hærri styrkur, ég man ekki alveg hvað hann er og veit náttúrulega ekki svo sem alveg hvað hann er núna. Ég þarf að fara að sækja aftur, það er örugglega komið 5 ár sem ég fikk síðast. Og hann já, ég þarf alltaf að taka lán líka. Já, líka. Alltaf, já. Og viðhald og svona, ég meina, er ekki meira viðhald á svona bíl með alls konar búnaði? Nei, þegar hann tiltölulega viðhaldsfrýr. Já, þá. Þá nú reyndar eitthvað að klikka núna sætið þegar ég var að koma inn. Ég vona að ég geti fengið það lagað bara sem fyrst. En nei, lyftan hefur nú alveg bara endast, já, bara standið sér bara mjög vel. Okay. En hún er svolítið búin að vera samt hægari þegar núna frostið er búið að vera. En samt bara mest að fyrða. Hvað finnst þið vera svona mestu hindrannar þegar að vera að ferðast á hjólastól og þurfa að gera allt á hjólastól? Svona aðgengishindrannar? Já, þú sást nú bara hér. Það var náttúrulega slappið hérna úti og svo þröskuldurinn. Svo er stóllinn alltaf að prjóna? Já, hann er alltaf að prjóna. Já. Það er bara, hann er ekki nóg góður þessi stóll. Ég er að sækja nýjan, sko. Það er eitthvað, passar ekki saman þessi samsetning á honum. Þetta er sérstætt upphaflega handknúið stóll, svo er sett á hann þessi ramastekk og þetta er einhvern veginn ekki að virka rétt. Þess vegna er ég alltaf prjónandi og gólandi þegar ég ég bregður svo. Okkur döttur á hérna báðum. Ég veit það. Sko. Ég er ekki að láta ykkur fá hjarta áfall. Já. En þú sagði mér líka einhvern tíðan frá því einmitt varandi að fara í heimsóknir til fólk er náttúrulega bara oft ekkert að íhuga aðgengismálin sín upp á jafnvel ættingja eða... Nei, það er yfirleitt mjög erfitt að fara, sko. Ég á nú reyndar hérna 2 systur sem búa hérna og bróðir, en nei, þau búa reyndar öll inn í Reykjavík núna og það er ekkert gott aðgengi hjá þeim, sko. Það er kannski skást hérna hjá einni, en skiptir ekki, ég er náttúrulega ekki daglegu gestur þannig. Þetta er líka, einhvern veginn breytist bara svona fjölskyldutengslin, sérstaklega þegar það er erfitt fyrir fólk, eins og fyrir mig að fara til þeirra. Þú veist, maður þarf alltaf að fá hjálp og maður bara einhvern veginn hættir einhvern veginn að, ekki hvað maður að segja, hættir að vera að láta hjálpa sér og nennir ekki standi í því að vera alltaf að fá hjálp. Manni finnst maður sjálfur vera vesen. Ekki segja það. Það vesen að vera að hjálpa mann inn og svona. Ætli þetta sé partur af því sem að orði sem að ég veit að við sáum báðar daginn hann að fötlunar þreita. Já, einmitt. Ég skrifaði þetta niður áður ég kom hérna. Mér finnst þetta alveg merkilegt orð. Og ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þetta var sérst í grein núna. Viðtalið við stúlku sem að lendi hjólastól fyrir stötu. Já. Og það sem ég hugsaði þegar ég las þetta, Jesus Christ, hann að vera að spyrja hann eftir 3 ár, hvað er ég þá komið með, sko, nei, ég bara segja svona með bara burnout. Allt, sko. En auðvitað, þetta er rosa þreytandi. Þetta er rosa þreytandi að vera alltaf eitthvað pælandi ef mann langar að fara eitthvað, hvort maður komist og hvernig er aðgengið þarna og þú veist þess vegna finnst manni bara best að fara í Smáralindu eða Kringluna og fara ekkert annað. Það er bara þannig. Þú veist, ég minna að ég hef bónus nú hinn upp í Grafarvogi, það sem að næsta bónusbúðin fyrir mig, það er nú ekki auðvelt að fara þangað, sko.
það er ekkert auðvelt að þetta er illa gert hana fyrir utan þessi skáar og þetta er allt einhvern veginn upp og niður og svona, Já. þetta er mjög skrítið. Já. Ekkert Þannig svona. að þó að þessi kannski búið að laga aðgengi inn í búðir og eitthvað svo leiðis, að þá er oft líka kannski bílastæðin og ekki nóg að fallarstæðum. Ég veit Já. til dæmis eins og þar sem að ég bý í Kópavogænum að sko Krónan í Hamraborginni sem að tók við eftir sko þegar opnaði þarna Krónan eftir að Nóatún lokaði og þá færðu þeir inngangin alveg töluvert langt. Já, ok. En þeir hafa aldrei fært fallarstæðið. Nei, ok. Sem er alveg merkilegt. Já. Ég lendi oft í því ef ég er að fara eitthvað svona helgar og ég fæ bara ekki stæði, ég keyri bara hring eftir hring eftir hring. Já. Finn ekki neitt stæði og svo enda með því ég legg bara í eitthvað stæði sem að er ætluð öllum sko. Já. Af því að ég náttúrulega lyftan fer aftan. Já. En þú veist, stundum er það bara svo langt í burtu. Já. Og þetta er bara orðið líka þannig að það þá er eins og í þessum veðrum núna náttúrulega bara fyllingur að þurfa. Og það er líka orðið þannig sko í dag að það eru svo margir sem að eru komið P-merki og taka kannski stæði nálagt innganginum sko og þá kannski hefði þið verið gott fyrir mig að fá þetta stæði en þetta er kannski fólk sem getur labbað en er kannski með einhverja fötlun, ég er ekkert það hlýtur að vera, öðru sem færði ekki þessi merki sko en þetta er bara orðið búið að dreifa þeim kannski of auðveldlega skiluru eða þurft að gera fyrir stæði já, líka það og líka kannski gera stæði sem eru bara, þetta er bara fyrir fólk í hjólastól sérstæði fyrir fólk í hjólastól þetta er bara, það er svo margt svona sem maður þarf að laga en þú veist, þetta er bara erfitt að fá þetta lagað það þarf náttúrulega að vera að vilja ykkur stáður og ykkur að veist, en það var nú reyndar eitthvað búið að tala um það í vinnunni hjá mér að þyrfti að fara að gera eitthvað í þessu sko en ég veit ekki hvað verður hægt að gera. Nei, einmitt. Hvað þú veist, hvað finnst þér ef að þú værir eins og þessi stúlka þarna í viðtalinu, ung í dag, bara eins og ef að þú værir 6, eða bara eins og þegar þú lendir í þessu slysi, ef það væri að gerast í dag, heldur að þú fengir meiri þjónustu, betri þjónustu heldur þetta væri auðveldara? Já. Heldur þetta hafi lagast eitthvað? Já. En ég er bara spáið sko með mig hvort að ég sé ekki bara, veist, hef ekki verið nógu ákveðin og einhvern veginn leitast ekki nógu mikið eftir því að fá. 16 ára? Nei, ég meina setna mig, 16 ára náttúrulega var ég ekki að fá nei. Nei, en finnst þér samt að fólk þurfa þá ekki bara allir fatlaðir að hafa ákveðna skapgerð eða skilur ég með þetta allast til þess? Nei, kannski ekki, ég veit það ekki. Nú er ég bara eitthvað meðvirk orðin með kerfinu sko. En ég hef náttúrulega, ég veit það ekki, ég veit þetta, það er orðið betra margt. Og sérstaklega svona eins og við varum að tala um hennan NPA og svona og fólk geti haft liðvislu með sér allan daginn og svona það hefur lagast en þetta var náttúrulega ekki í boði þegar ég lendi í þessu slysi það var ekkert það var bara ekkert og bara við ætlum bara að sjá mig sjálf ætla að sé inn í skólanum einhver stuðningur núna ef að til þess bara unglingur ég held að sé ég meina það ég veit ekki hvort það er svoleiðis ég held að fólk börn geta fengið sko aðstóðin í skóla hvað heitir þetta svona sem er með þeim í tímum og stuðningsfulltrúa það er alveg gilt sko ég vissi að hann og sennilega passað og svona það er kannski algengara líka að það sé tala við krakkana og eitthvað svona ég held bara að sé rosalega djúpt á þessu fordómum og það, ég veit ekki hvernig hann á að fara að því að bara eyða þeim í alvöru mér finnst þetta bara stórskrítið þetta með sko að fólk veit ekki og krakkar strax kannski og veit ekki hvernig á að tala við aðeinan sem er í hjólastólnum allt í einu eins og
eins og þú eigir að tala eitthvað annað viðkomandi sem náttúrulega alls ekki þannig. Já, þetta bara... Þetta svolítið förðulegt. Þetta á ekki að vera svona hérna. Nei. Við búum á svo lítill eigi, við erum alltaf að tala það, að við erum svo fá og þetta á að geta verið svo gott. En ekki bara fyrir suma, það verið gott fyrir alla. Já. Sama hverju þú ert. Einmitt. Er það ekki? Jú. Ég veit ekki, maður kannski að biðja of mikið. Já, heldurðu? Nei, ég veit ekki, þetta bara stundum, ef maður að hugsa sko, maður er alltaf að bíða eftir ykkur betra. Já. Þú veist, og ég stundum svo pirruð yfir því hvað ekkert gerist ykkur neginn. Já. Nýjasta, ég er búin að segja það áðan með þessi 200.000 og mátt vinna þér fyrir. Já, mátt vinna þér fyrir 200. Þú veist, hvað ég, og minna þess að það sem ég á heima, sko, ég er náttúrulega í 3 herbergja húsnæði, en þetta er ekki stór herbergi og ég er ekki að fara að flytja út af því að stelpan er ennþá heima og svona, og strákur reynda núna tímabundið, en þú veist, ég er ekki eins og að vinna fyrir leigunni, skilur við, í 40% starfinu mínu. Já. Þú veist, það er Já, einmitt. Og hvað ger ég svo við örorkulífinu sem ég fæ? Heldur að það sé eitthvað, ég sé ekki að safna bara þar feitin á banka. Þú veist, ég meina, ég er bara að lifa og borga reikninga og svona. Já. Þú veist, ég fæ náttúrulega alveg hjálp frá krökkunum eitthvað núna, en þau eru bara í sínu, í námi og þau þurfa líka að lifa. Einmitt. En þetta er bara... Hvernig finnst þér heilbrigðiskerfið taka svona, hvernig viðmót færðu bara svona fyrir svona eðlilega heilbrigðisþjónustu sem tengist ekki þinni fötlun? Já, ég nú blessunlega bara heppin að ég verið þar vola lítið að eina sem að ég kannski myndi segja að ég er að hringja bara til þess að fá endurnýju lyf. Já. Ég held að það sé nú einu helst sem að ég hef þurft að vera að gera upp á síðkastið. Síðan á síðasta ári, ég fór náttúrulega í þess axlaðgerð þá. Mér fannst nú rundar ekkert, ég var ekkert ána með hana... Þjónustuna þá? Nei, mér fannst þetta eitthvað voðalega skrítið. Það virðist bara vera, heilbrigðiskerfið er ekki nóg gott hjá okkur, en þú veist, það er í lagi þegar maður hringir og biður lyf. Þeir eru ekki standa til boða að fara í endurhæfingu þegar þú telur þarf á? Nei, þetta er nú allt svo flókið, sko. Já. Ég fer í sjúkraþjálfun, sko, hana 4 sinnum í mánuði. Já. Og hann er nú svona aðlega bara við axlinar á mér og svona. Já. Og ég þarf að borga sko 2.500 krónur hvers skipti í komugjald út af því að sjúkratryggingar eru ekki búin að semja við sjúkraþjálfara. En núna þegar ég kom síðast þá þurfti ég að borga tæpa 7.000 krónur út af því að það er fyrsta skipti sem ég var að koma í þeim mánuði. Já, þú veist, ég bara, Já, það er út af þeir semja ekki við þá. Já. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Mér finnst að fólk sem er í svona stöðu eins og ég og margir aðrir eiga bara ekki að þurfa að borga fyrir sjúkraþjálfun. Heilbrigðiskerfið okkar hlýtur að geta komið því í kring að fólk fá þetta bara frítt. Já. Þú veist. Já, og þetta er kannski svona partur af þeim dulda kostnaði við það að vera að glíma við veikindaða fötlun. Já. Þetta er bara einhvern veginn sko, það er ekkert verið að gefa manni neitt. Eins og líka ef þú ert í hana í apótekunum, hana greiðslu þáttaka. Já. Þetta er bara, það er að byrja nýtt ár, þetta er alveg fullt af peningum sem maður þarf að borga. Maður alltaf bara sípur kvelju, sko. Nákvæmlega. Trúir þessu ekki. Þetta er líka eitt af því sem að, mér finnst að fólk eigi bara mörg af þessum lyfjum eiga bara að vera frí. Hvernig, eins og þegar þú fórst í axlaðgerðina, fékkstu einhverja endurhæfingu eftir það? Já, það var svona smá inn á grensa, sko, ég þurfti að liggja, mátti ekki hreyfa, sko, í 4 vikur. Já. Lá bara fyrir á meðan það var gróa og svo var komið bara og og verið að hreyfa, sko, axlina. Já. Síðan fór ég niður og þá var ég að æfa með að flytja mig svona yfir sjálf, þú veist,
með veika öxla því ég þurfti Já. náttúrulega hlífinu svolítið fyrst og þetta var ekki auðvelt. Nei, einmitt. Ekki auðvelt. Þannig að þú hefur getað sótt inn á Grensás svona þegar þú þurft eitthvað meira Já, heldur en eins og með sjúkraþjálfun. þetta, já. Já. En ekki neitt, ég sagði ekki annað annað sko. Nei. En það var löng bið fyrir mig að komast inn í þessa, Endurhæfingu. já, ég þurfti að hafa samband við læknin Já. sem átti að gera aðgerðina því að það var gert út á stofu, það er ekki Já. gert inn á spítala. Nei. Og loksins þegar hann getur gert þetta, þá var það ekki tilbúin að taka mig inn á Grensás. Nei. Þannig að ég þurfti bara að bíða þangað til að losna þar, Já. svo að geti tekið mig inn. Einmitt. Það var að ég tala við læknin og ég tala við Grensás Já. til þess að fá... Og það er bara hérna. Ég er staðan fyrir það, ef heilbrigðiskerfið væri þannig að þessar aðgerðir væri gerðar inn á spítalunum og svo færum maður bara frá spítalunum og inn á Grensás. Já. En að ég sé að hringja í læknin og upp á Grensás til þess að okkur þess ekki losna Þú pláss. fórst að handsna á sólinni upp á heiminin. Já. Þetta er náttúrulega alveg. Já, ég borga alveg fullt af sköttum sko. Já. Og hann að þetta er bara rugl. Einmitt. Já. Hvað svona, já, ef að þú, hérna, er eitthvað sem þú vilt svona koma að lokum, hvernig viltu sjá þetta? Hvernig vilt þú sjá, til dæmis, eins og fyrir þig, að þú talað einmitt fölluna þreytu og þú myndir nú bara alveg vilja geta hætt að vinna og eitthvað svo leis? Já, ég náttúrulega vil að örorkulífeyrir sé hækkaður. Þú veist, að fólk geti bara lifað á þessu og fólk geti eigi ykkur lífsgæði. Þetta er, sko, akkur á það að vera þannig hjá mér að ég á að eiga rétt fyrir að borga ykkur húsalegu, maður aldrei efnaði að kaupa sér húsnæði og kaupa mat. Er það bara allt sem ég á þurfa út af því ég er fötluð? Já. Þú veist, ég bað ekki þetta. Nei. Og þú veist, ég veit að það býður enginn að vera fatlaður. En þú veist, Þú veist heldur aldrei en að skaða bætur sem heiti geta sko, slysabætur. Ekkert. Og svo er maður búin að lenda náttúrulega fullt af ykkur eftir þetta. Þú veist, eftir þess að bakað geta sendt heim á 4. degi í leigubíl og svona, þú veist, þú bara, eins og þetta sé ekki, ég veit ekki hvort þetta er, eða hvort að ef að manneskjan hefði verið ófötluð, þá hefði þetta náttúrulega aldrei gest svona, en það er ekki eins og sagt, heyrðu, guð, fyrirgefðu, þetta átti ekki að gerast. Og bara svona hlutir þegar bjallan fyrir úr sambandin á Grensás og ég þarf að hringja inn á Landspítal og biðja ekki samband við Grensás, skilurðu. Þetta er bara fáránlegt, sko, og svo er fólk eitthvað hissa og maður sé ekki eitthvað rosa kátur. Þú veist, þetta er allt einhvern veginn svona það er svo margt í gegnum tíðina sem að, þú veist, en ég er ekkert eitthvað, ég er ekkert eins og ég sé eitthvað fúl, en maður bara verður svektur yfir því hvernig komið fram við mann. Já. Akkur, af því mér finnst ég ekkert eiga þetta skilið. Nei. Mér finnst ég alveg búin að, þú veist, mér finnst ég vera hetja með það marga, skilur við. Einmitt. Þú veist, pröfa að vera ég. Akkurat, ég pröfa að fara í mínu skó. Pröfa að vera ég. Já. Þannig að við þurfum svona bara, samfélagi þarf aðeins að vakna og bara taka, og heilbrigðiskerfið það náttúrulega, bæði heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið að bara gera sig í brók, sko. Það þarf bara að snúa þessu við á góðan máta. Já. Það lítur að vera hægt. Já. Það er að, þú veist. Það geta líka allir orði fyrir því sem að þú varst fyrir 16 ára. Já, ég sagði það líka síðust í gær. Já. Það geta allir orði fyrir því að fallast eða verða veikir. Þú veist, og ég meina maður sér þetta líka, það er oft í blöðunum verið að segja frá fólki sem á að vera svona tiltölulega frægt á Íslandi og þá er þeir að tala að, þú veist, þá kemur það í blöðunum því að þetta fólk veikist líka. Já. En þetta fólk sem er ekki frægt, það kemur ekki í blöðunum og það segir enginn frá því, skilurðu? Nei. Þannig að það eru allir sem veikjast eða geta veikst eða slasast. Það er bara svoleiðis. Herðu, þakka þér alveg innilega fyrir að koma og segja okkur söguna þína. Já, það var nú lítið. Kannski það geta sagt miklu meira. Ég kem bara aftur síðan. Þú kemur bara aftur síðar. Þannig að hérna. Takk fyrir mig. Já, bara takk kærlega.
Og við minnum ykkur áhorfendur á að þið getið lækað síðu samstöðarinnar bæði á Facebook og YouTube og dreift efninu því við erum jú sjálf dreifikerfið og þið getið gengið Alþýðufélagið á síðu samstöðarinnar undir nafnum skráning ef þið viljið styrkja stöðina. Takk fyrir okkur.